Æja, góðan daginn krakka mínir, verið velkomin í Sjóð. Þegar ég að taka þetta upp, þá Ísland að fara að spila við Nígeríu í kvöld. Argentína búin að skítapa fyrir Króatíu í gær. Getur allt gerst. En auðvitað ég náttúrulega alltof seinn með allar svona upplýsingar. Allt í lagi. Þurfu ekki allir að vera á hámavagninum. En ég ætla að búa til pítsu. Strákarnir hjá uni.is uni.is það svona construction hérna einhvern veginn að fara hérna yfir öxlina á mér og það tengist í uniofnin sem þarna. Þeir sendu mér uniofn út af því að þeim fannst alveg bara fáránlegt hvernig ég var að elda þessa pizza pockets eða hálfmána eða já. Og já, þannig að þeir sendu mér svona græju. Þetta bara útigræja. En ef við ekki að hætta þessu helvítis þrasi og telja hvað í þessu, það nú ekki flókið. Við byrjum á pizzadeiginu sjálfu. Ger 00 hveiti, 38 gráðu heitt vatn, salt. Þetta allt sem þarf. Ég ætla að gera tvöfalda uppskrift. Ég er með pítsuveislu í kvöld eftir Nígeríuleikinn. 700 grömm. Það næstu allt þetta. Eitt gramma að geri. 20 gramma salti það var. Hörru, kíló af hveiti. Svo bara puttarnir. Þeir eru víst bestir. Sko, það ýmislegt sem heillar mig við brauðgerð. En það vísindin sem svona hrinda mér svolítið í burtu. Mér svo heillandi að það sé hægt að búa til bara ógeðslega gott brauð. Bara með salti, vatni og hveiti. Og tíma. Og vatni, auðvitað. Ég held að þetta hefur einhvern veginn svona bara í billi. Það hveitið 29,4 hérna. Svona. Ok, nú þurfum við bara að hvíla deigið í einhverja 20 mínútur. Þannig að ég legg þetta bara hérna yfir. Og já, hvílum í 20 mínútur. Þannig að þá hvíli ég bara í 20 mínútur líka. Þetta búið að hvílast. Og nú þarf ég að hnoða þetta. Bara með smá hveiti á borðinu. Já, hnoða þetta hérna. Svona 30 sekúndur til 1 mínútu. Það ekki mikið. Og deigið að vera alveg svo mjúkt. Ég held að ég þurfa að hnoða þetta aðeins meira. Nú einhverju bakarar sem ætlar að snúa sér við í gröfinni hvað ég að gera hérna á sýningur. Það setja smá ólífuolíu í skál. Já, mér líst aðeins betur á þetta. Hérna í. Herru, svo stofi heita 1,5 tíma. Sem þýðir til 1. Við býjum bara til 1. Það nú deigið búið að ná að rísa vel og vandlega. Stofi hita í 1,5 tíma. Herru, 165 grömm hver kúla. Þetta lærði ég þennan Pizza 67 gamla daga. Kúla svona inn. Loka henni undir. Kúla mætt. Svo bíðum við í 4 tíma held ég að sé núna. 4 tímar
sem ég þarf að bíða eftir þessu degi að þetta sé tilbúið. Það er þá, nú komið að þessu. Við erum búin að bíða eftir þessu degi alveg heil lengi og við ætlum bara að byrja á þessu. Ég ætla að byrja á það bara að fýra upp í ofninum. Svona maður hérna. Ég get það núna. Getur við verið í fókus hérna? Núna er ég ekki í fókus. Sé það ekki en vonum það. Þau þetta bara að nota þessa greiðu hérna. Hvað þú segja, en það er svona 15 mínútur til þess að hita sig upp. Svona, þetta er einhvern veginn fókus. Allavega það sem ég ætla að setja á pítsuna er smjör, basilikum, buffalo mozzarella, sveppir og pulsa. Engin tómatsós að sjá þetta til. Skerum við sveppina. Ég ætla að búa til svona sveppamauk og það verður eiginlega sósan. Smjör og sveppir og alls konar krydd og stemning. Þetta er bara að skerast einhvern veginn. Það skiptir engu máli hvernig ég skeri þetta. Þetta er allt í blússandi siglingu hérna. En það er út því ég er með strompin. Náttúrulega sem virkar, sem sogar út. Allt bara þangað út. Skera í þetta. Nú að smjöri. Hvítlauk. Ég henda salti út á núna. Tjekka á hitanum hérna. Strax komið upp í 400 gráður. Svona. Svo ætlum við að skera þessa niður. Sko, þið geta alveg bara að nota pepperoni. Það bara finnst eða ekkert pepperoni hérna. Þannig að ég nota bara svona þurrar pulsur. Kryddum mikið aðeins betur. Hendur nokkrum chiliflögum út á. Bara nokkrum. Svo rósmarín og timjan. Það er sætök og garðablóðberg. Þannig að í sveppunum eru sveppir, smjör, salt, pipar, timjan, hvítlaukur og garðablóðberg. Ja, ég ætla að hætta þessu. Ok, þetta er orðið pínu spennandi. Aukum þetta alveglega. Okay. Mér finnst það gott. Notast við semolínu. Sett undir hérna pitsunni þegar maður er að skilja bara svona semolínu. Svo er bara að degja kúlan og passa ég að þið er að gera þetta þá þarf að vera nóg af semolínunni. Nú erum við bara að nota tókraft jarðarinnar. Svona einhvern veginn. Svo erum við með spaðan. Ég ætla að setja smá semolínu á spaðan líka. Það verður auðveldara að flytja það. Sveppa mikið. Og pepperónið. Ná, það er komið. Svo skellum við þessu inn í ofn. Og svo læðist eldurinn yfir, eða ætti að gera það allavega. Takið þennan hérna. Svona.
Heldur hún að læðast inn yfir. Sjáu þetta. Þetta er fallegt. Hörru, ég þarf að snúa henni. Þannig að steinninn er vel heitur. Pítsan er til. Aðeins og mikið til, en til er hún. Ég set ostinn eftir á, út af því að hann mun bráðna hérna, annars er þið bara pítsan öll í einhverju vassmauki. Svona. Tjóðlega buffalo mozzarella góður maður. Shit. Nú þarf bara að smakka. Sjö. Þvílíkt. Sjáu þetta. Ok, ekki horfa á hana bruna. Samt gott. Fyrir mig. Wow. Úff. Wow. Fáránlega góð, heimatilbúin pizza. Hérna bara, wow. Því líkur endir á, endir á degi. Ísland Nígería, seinna í kvöld. Leikurinn fór svona ef þið munnið það ekki. Mér langar bara að þakka ykkur fyrir að horfa. Það er alltaf gaman, það er ógeðslega gaman að það séu svona margir sem eru að horfa á þetta shit sem ég er að gera. Mér finnst það ógeðslega gaman, þannig bara takk fyrir. Takk. Og hérna, ég held áfram að búa til nýtt. Kemur út aukaþáttur á þriðjudaginn með eftirréttapítsu. Jöp. Þið heyrðu það sem ég sagði. Eftirréttapítsu. Takk fyrir. Sjáumst síðar. Sjáumst á þriðjudaginn. Ciao.